Kannski svolítið að bara svara svona kalli og kröfu þeirra sem að búa við fátækt og okkar ráðamanna. Kannski mætti bara kalla það, við kannski verðum bara svolítið að færa hjálparstarf yfir í nútíma. Að fara frá þessum matarpokum og í þessi inneignarkort. Og það má líka segja, við eins og líka kannski aðeins að reyna að læra af hvað aðra þjóðir hafa verið að gera. Það tíðkast ekki svona matarpoka neins staðar annars staðar, nema þá í Oslo, eða einn staðurinn. Þannig við erum að reyna bara að færa okkar aðstoð frá að rétta fólki mat upp í matarpokan og þá leiðin að efla ráðgjöf sem hjálpar það kannski fólki meira að komast skrefi lengra í lífi sínu. Í gegnum það að setjast niður með öllum þessu fjölda sem hefur leitað til okkar undanfarin ár, þá hefur við náttúrulega fengið mjög góða mynd af þörfinni og hvar skóinn kreppir. Og úr því samtölum hefur við komist að því að þetta sé kannski þess virði að fara út í þessi inneignarkort til að þá auka virðingu fólksins, að þú þá sjálfur vali hvað vantar en ekki fengi í poka, og líka að efla þessa ráðgjöf. Svo við ætlum að fara að verða með fjármálaráðgjöf, við ætlum að verða með svona fjölskylduráðgjöf og jafnvel svona námskeið í lífsleikni, þá í samstarfi við aðra. Og þetta bara allt komið þegar við heyrum að fólk hefur biður þetta, ekki eitthvað annað og meira heldur en það sem við erum að gera í dag. Og þetta svona við ætlum að stefna í þessa átt og við ætlum að nota núna fram að 1. desember til að pröfukjöra þetta.